Já, góðan daginn, komið þið sæl. Einar Garibaldi Eiríksson heiti ég og ég var beðinn að koma hérna til þess að spjalla lítið verk Georgsskoðunar í dag. Eins og þið vitið að þá var fyrr í vikunni frumsýnd heimildamynd, mjög merkileg heimildamynd verk Georgsskoðunar, þar sem mjög mikið af alveg frábærum svona viðtalsbrotum við Guðna, þar sem hann svona segir upp og ofan hluti sína myndlist og svo svona viðtalsbrot við ýmsa aðra. Og Arion banki studdi gerð þessara myndar og ákvað þess vegna af þessu tilefni að bjóða upp á þessa sýningu sem að þið getið skoðað hérna frammi á eftir. Og þeir báðu mig líka að rita örlítinn formála hér í sýningarskrá sem að liggur frammi og það svona reyndist mér frekar erfitt að skrifa þennan stutta texta í þessa sýningarskrá. Þetta voru svona meira eiginlega kannski svona ljóðrænar hugleiðingar verk Guðna og þá kannski aðallega svona nálgun hans, þá tilfinningu sem að ég hef haft fyrir því í gegnum tíðina, hvernig hann hefur farið að því að nálgast íslenska náttúru og gera þessar einstöku myndir fyrir okkur. Og til þess að hjálpa mér svona kannski inn í þennan hugmyndaheim að þá svona leitaði ég eiginlega svolítið til fransk heimspeking sem að ég held mjög mikið upp á, sem heitir Maurice Merleau-Ponty og notaði svona svolítið hans svona tilvistar heimspeki svolítið til þess að takast á þetta verkefni. Og í rauninni kannski undirbjó ég ekki neitt sérstakan fyrirlestur hér í dag því að allt sem ég hef í rauninni að segja þetta kannski svona neðanmál við þessa stuttu grein. Þannig að ég vona bara að þið kíkið í hana þegar við tækifæri. En svona kannski í ákveðnum svona ákveðinni inspirasjón frá myndinni að þá ákveði svona bara að hlaupa í ljósmyndaalbúmin mín og leita upp nokkrar myndir sem ég hef tekið í gegnum tíðina, bæði á ferðalögum með Guðna og skólanum og annað svona þvíumlíkt og setti saman hérna og ætla sýningur. Nú ég kalla þetta stutta spjall mitt hérna myndir af engu og það inspirasjón frá Elísabetu Hugrúnu, elstu dóttur Guðna, en hún var að rifja það upp að einhvern tímann þegar hún var spurð að því sem krakki, hvað það sem pabbiðinn málar? Og þá sagði hún, já það bara myndir af engu. Og þetta náttúrulega alveg dásalegt svar. Hún átti náttúrulega við að þarna væri kannski í rauninni ekki í svona hefðbundnum skilningi einhverjar fyrirmyndir eins og við þekkjum náttúrulega í hans verkum. Og í rauninni fangar kannski alveg rosalega vel einmitt þessa kosmísku heimspeki sem að Guðni fylgdi við gerð sinna verka. Og ég kannski bara hleypi þessu nú kannski aðeins á stað. Og já, eins og ég sagði þá kannski það sem ég hef að segja ykkur hér meira bara neðanmál við sem sagt þessa grein mína og ég veit að það kvá margir við, til dæmis við fyrstu setningunni sem að ég seti í hana, en hún Georg Guðni umbreytti heiminum í mynd með því að færa honum líkama sinn. Og þetta í rauninni svona grundvallar hugmynd í heimspeki Ponty, þar sem að hann í rauninni að fjalla mannin sem hluta af heiminum, þar að segja að maður sé ekki fyrir framan hann og horfi á hann sem einhvers konar viðfang, heldur sé maður sem manneskja algjörlega hluti af þeirri veröld sem að maður hefur fyrir framan sig. Og það einmitt með hreyfingu málarans í gegnum náttúruna,
í gegnum staðina sem að hann að upplifa hverju sinni, skilningarvitin auðvitað, það er hreyfingin, það snertingin, það anganin, það vindurinn, hljóðið, hvað sem og það merkilega auðvitað í þessum stórkostlegu verkum Guðna að honum tekst einhvern veginn að fanga þessa svona heildar upplifun sem að maður verður fyrir frammi fyrir náttúrunni þegar maður opnar skynfærin með sama hætti og hann gerði. Ég var nú svo lánsamur að vera honum samferða í gegnum myndlista- og handíðaskólann og hann algjörlega opnaði fyrir mér nýjan heim, þessa veröld hálendisins og íslenskra náttúru með algjörlega svona nýjum hætti. Ég man nú alveg eftir því að í upphafi þegar hann var að byrja að mála landslagið, við vorum ég upphaflega tengdir svona svolítið kannski stefnu sem að kölluð tengd við nýja málverkið, svona svolítið frjáls expressionísk málaraðferð, en Guðni var að mála sem sagt svona landslagsmyndir í laumi og okkur dauðbráð þegar hann kom með held ég hans fyrsta svona landslagsmynd var einmitt af Orustuhól, málið í bara svona einhverjum rómantískum 19. aldar stíl, Caspar David Friedrichs eða eitthvað, og að vísu gerði hann nokkur svona expressív verk af Keili og öðru á fyrstu sýningunum, hluti sem hann sótti kannski meira í nýja málverkið, eins líka í aðra málara, Jasper Jones man ég sérstaklega eftir og ýmsa svona kannski konkrétt, svona ameríska konkrétt abstrakt málara sem að líka kannski mikilvægt að muna eftir að einmitt í þessari glímu Guðna við það að fanga íslenska náttúru, að þá var hugur hans alltaf mjög nálagt gjörðinni að mála. Hvernig maður málaði, að það skipti hann alveg gríðarlega miklu máli, og hann segir það sjálfur meira að jafnvel sko fyrirmyndin hún hverfi því sem næst, leið og maður setur niður fyrstu pensilstrókuna, að þá þýðir það að þú komin í ákveðið svona samtal við í rauninni málverkið sem að þú hefur fyrir fram að þig og ert í auðvitað alveg gríðarlegum díalóg við auðvitað fyrirmyndina en ekki síður auðvitað í rauninni alla málaralistina, og hann var í rauninni alveg gríðarlega fróður. Hann fylgdist, þó sem hann væri alltaf svona mjög staðfastur í sínu, þá fylgdist hann alveg gríðarlega vel með alls konar myndlist sem hafði líka mjög sterk áhrif á hann, en kannski auðvitað fyrst og fremst að glíma við þetta verkefni að búa til myndir af náttúrunni, og náttúrulega þegar hann byrjar að þá hafði í rauninni náttúrusýnin í íslenskri myndlist svolítið verið svona útskúfað. Hún átti ekki upp á pallborðið hjá listamönnum síns tíma, og þetta voru eiginlega bara svona amatörar og sundarsmálarar sem voru að kljást við það, og ég man við gerðum svolítið grín á honum þegar að okkur þótti hann vera farinn að fara í póstkortin, en hann hélt ótrauður áfram. Upphaflega svona einmitt tókst hann á við, eins og þið þekkið, tókst hann á við ákveðna staði á landinu. Fyrstu sýningunni minni með það hafi verið fjöllin í kringum Reykjavík, Esjan, Akrafjallið, Snæfellsnes, Keilir og svo framvegis. En síðan svona eftir því sem hann þróaðist þá hvarf kannski þetta ákveðna viðfang, og hann fór meira að kljást við einmitt þetta sem ég nefndi áðan, einhvers konar þessa heildar upplifun sem fylgir því að vera lifandi mannvera út í náttúrunni og reyna að fanga, kannski ekkert ólíkt að mörgu leyti því sem sumi af því sem maður þekkir í verkum Kjarvals,
Þetta hvernig Kjarval tekst að fanga til dæmis vindinn og rakan og annað því líkt. Hann einhvern veginn ekki alltaf að fjalla fegur Þingvalla eða eitthvað því líkt, heldur meira svona kannski þá árþúsunda sögu sem átt hefur sér stað á Þingvöllum og þjappar þessu einhvern veginn með sínum göldrótta hætti niður á léreftið og smám saman þá þróaði hann upp þessa einstöku málara aðferð sína sem byggir kannski á svona klassískum akademískum grunni en notaði í rauninni fítus og effekta eins og við köllum það í það að reyna að fanga náttúrulega okkur sem áhorfendur inn í þetta svið málverksins. Það oft talað það að landslagsmyndahefðin kannski best að segja stundum, allavega hér á Íslandi, mann líður oft þannig sem málara að þá sé því sem næst sé þess krafist af manni sem málara að maður eigi að mála mynd af fegurð íslenskrar náttúru. Þetta einhvern veginn svona skrítin hugmynd hlutverk málarans en við megum samt ekki gleyma því að það ekkert sjálfgefið að búa til myndir af náttúrunni. Í rauninni sjálf saga landslagsmálverksins, hún í rauninni frekar stutt. Orðið landslag að vísu gamalt en var áður notað meira fyrir svona landskipan og hvernig land liggur og eitthvað því líkt. En það oft vísað til frægs texta eftir Petrarca, þar sem hann gengur upp á Vindafjall í Suður-Frakklandi og sem svona fyrstu landslagsmyndin í nútíma skilningi vegna þess að hann lýsir þar gönguför þar sem hann fer upp á tind Vindafjalls og fær svona einhvers konar svona guðlega sýn út yfir og ofan á náttúruna. Það svona eiginlega annars konar sýn. Þetta sýn sem sýn menntamannsins, sýn borgarbarnsins, ekki lengur sýn þess sem að yrkir jörðina og sér í rauninni kannski ekki fegurðarinnar nema þá í notagildinu. Og þarna sem sagt talað að landslagsmyndin í nútíma skilningi verði til og fram að þessu eigum við náttúrulega auðvitað ýmisleg dæmi landslagsmyndir í vestrænni myndlist, kínverskri líka, mörg þúsund ára gömlum, en hlutverk landslagsins var ætíð að vera svona því sem næst sem einhvers konar sviðsmynd, annaðhvort sviðsmynd fyrir biblíu sögulegar myndir, nú hér á Íslandi vorulega mikið eitthvað tengt kannski bókmenntunum, Þingvellir sem sögusvið þeirra atburða sem að þar hafa átt sér stað og svo framvegis. En svo náttúrulega vitum við, eins og Þingvallamyndin, hún til dæmis svona eiginlega brennur inni eftir stofnun lýðveldisins og nýjar kynslóðir listamanna hætta að svona finna í rauninni kannski einhverja merkingu í því að vera að mála stöðugt myndir af þeim fræga stað og nútímalistinn fer svolítið að leita annað. En svo myndi oft talað það að Guðni hafi að einhverju leyti, auðvitað Kjarval náttúrulega með sínum einstaka hætti, hjálpað okkur að horfa ofan í svörðin og svo síðan Guðni opnað augu okkar fyrir, ég vil segja ekki bara fegurð íslenskrar náttúru, einmitt svona veðri eins og í dag. Okkur kannski tamt að tala það sem kannski svona guðnalegt útsinni þegar að gráminn fer svona yfir og sjóndeilda hringurinn hverfur og þetta rennur allt saman í eitt. Og það auðvitað alveg rétt að auðvitað hugmynd okkar náttúruna, hún auðvitað fer í gegnum tungumálið sjálft. Það myndir sem að af henni birtast og Guðni náttúrulega með sínum verkum hefur náttúrulega opnað augu okkar með vissum hætti inn á þetta svið og ég held að
eins og ég segi annars staðar í textanum að íslensk náttúra sé ekki söm eftir þessi kynni af Guðna, og þá meina ég einmitt þessi kynni eins og Ponti talar að maður sé hluti af náttúrunni í gegnum til dæmis innöndun og útöndun, í gegnum áhorfið, að maður horfir á náttúruna og náttúran horfir á þig, og í gegnum þennan skilninga þá opnar hann fyrir okkur náttúrulega algjörlega nýja vídd, býr til myndir, færir þetta með einmitt líkama sínum. Málarastarfið alveg rosalega líkamlegt starf, og með málarlistinni þá hefur hann í rauninni breytt því hvernig við horfum á og skynjum íslenska náttúru. Jável það sem að við sáum ekki áður, að það er allt í einu birtist fyrir augum okkar. Og þess vegna segi ég einmitt að íslensk náttúra, að hún sé ekki söm á eftir þessi kynni. Og annað sem að mér finnst kannski mikilvægt líka, þegar maður hugsar verk Guðna, að það einmitt, hann ekkert endilega, hann sagði það sjálfur einmitt, held ég, einmitt þegar ég var að skipuleggja sýningu Þingvelli fyrir nokkrum árum, þá tók hann þátt og ég fann gamalt fallegt orðspjót hann eftir hann, þar sem hann skrifaði oft svona hugleiðingar í skissubækurnar sínar á meðan hann var á ferðalögum, og það var eitthvað á þá leið að hann hefði engan áhuga á náttúru sem búið væri að setja á stall. Þannig að honum hundleiddist á Þingvöllum. Það var fegurð sem var honum einhvern veginn algjörlega ofviða, og var einhver leyti kannski orðin útjöskuð fyrir hann, og of mikið lag af alls konar myndum sem einhvern veginn fyrir því hvernig við getum skynjað Þingvelli, og hann var í rauninni að reyna að einmitt að staðsetja okkur í einhvers konar svona upprunalegri upplifun út í náttúrunni. En já, annar punktur sem langaði einmitt að nefna einmitt kannski þessi útjöskun náttúrunnar, að það má ekki gleyma því að það líka auðvitað allt sem við gerum í náttúrunni, að það eru líka í rauninni landslagsmyndir. Við umbreytum náttúrunni með gjörðum okkar, við byggjum stíflur, vegi, girðingar og hvað eina sem að marka, setja spor sín í náttúruna og breyta henni í ákveðna tegund af mynd sem að er ekkert síður hluti af því hvernig við upplifum náttúruna. Og eins og ástandið náttúrulega núna, þá eitthvað svo mikið offlæði af myndum af náttúrunni, og það allt saman skipulagt fyrir okkur, hvert við eigum að fara, hvar við eigum að stöðva, hvernig við eigum að horfa, hvar við eigum að taka myndina af þessari náttúru. Og það svolítið þetta sem að ég held að Guðni sé að reyna að benda okkur á í verkum sínum, að reyna að losa okkur við, hætta að fylgja skipulögðum jeppaferðum og lífstílsblöðum og framkvæmda aðilum og letinni og pólitíkinni sem að einhvern veginn að umbreyta þessari náttúru fyrir okkur. Og þó svo það sé kannski ekki greinilegt í verkum hans, að þá held ég að einmitt þetta ekkert, þessar myndir af engu, að þá segir þær okkur ekki síður einmitt þetta, hvað við verðum að hafa það hugfast, hvað þetta ekkert okkur mikilvægt til þess að bæði til að skilgreina okkur sem manneskjur, sem Íslendinga. Og það jafnvel mjög beittur pólitískur broddur í þessum verkum. Það ekki bara af því sem að blasir við augunum, heldur eitt af lögunum sem að þarna innifallið, og það náttúrulega auðvitað eins og í allri góðri list að þá skarast margir hlutir í þeim, og maður getur lesið þau út frá mismunandi sjónarhólum. Og þó svo það hefði kannski ekki mikið verið rætt það hvað verk Guðna varðar, þá held ég man eftir því til dæmis bara þegar að það var í hámæli
umræðinni kringum Hákóngulón, að þá kom nú einmitt mjög athyglisverðar auglýsingar fram í blöðunum sama daginn, í rauninni mjög merkilegar, annars vegar frá verndunarsinnum sem að vildu náttúrulega ekki fá þetta uppistöðulón og svo hins vegar frá Landsvirkjun sem að bent á að svæðið yrði náttúrulega miklu fallegra þegar lóninu væri komið. En það sem var athyglisvert við þessa mynd var að mynd verndunarsinnanna, eða í rauninni báðar auglýsingarnar, að þær notuðu tungumálið fyrir og eftir. En í rauninni ætluðu þeir að segja með og móti, eða með einu og með öðru, en myndir verndarsinnanna, að þær voru teknar af manni sem var að ganga eftir þessu landslagi, meðan að myndir Landsvirkjunar, að þær voru teknar úr einhverju þyrlu eða einhverju slíku. Þannig að þetta líka sýnir okkur hvað þennan mun á tilfinningu okkar gagnvart náttúrunni, mun sem náttúrulega kemur auðvitað í gegnum tækniframfarir, smásona, kíkinn, ljósmyndavélina, allar þessar selfie-myndir og það allt saman. Auðvitað hefur þetta áhrif á það hvernig við horfum á þetta. En á þessum tíma þá málaði Guðni mjög merkilega mynd að mér finnst. Ég held að Guðmundur Ingólfsson eigi hana, hann reyndar gerði Guðni nokkrar af þessu tómarými, af þessu engu sem var á milli hágangum. Maður sér svona sitthvorn endan á langri breiðri mynd og sér maður svona í rauninni bara svona aðeins fjallshlíðarnar þar sem þeir eru að byrja. Og ég held að þetta sé mynd svona alveg hápólitísk mynd, einhvers konar svona viðvörunarskilti til okkar það að hafa varana á þegar að við eigum að stríða eða erum að takast á við framkvæmdaaðilana. Og þarna held ég að sé líka einmitt svona mjög mikilvægur punktur líka upp á framtíðina fyrir þá svona að skoða bæði verk Kjarvals Guðna og annarra listamanna, að það að afgreiða þær ekki of snemma og náttúrulega alls ekki að flokka þessar myndir Guðna sem einhvers konar óð til fegurðar íslenskrar náttúru, því að þær eru líka einhvern veginn svona rauðir fánar sem að minna okkur á ýmislegt annað sem er mikilvægt í lífinu. Já, þið hefði séð rúlla svona ýmsar myndir sem að ég hef svona verið að taka gegn tíðnetinu og svona ósköp svona kvippin og kvappin, ferðir, sumar og vetur, þar sem maður hefur stundum lent í kröppum dansi og það var óskaplega gaman að í rauninni fá að vera með honum í þessum ferðum, fylgjast með því hvernig hann hreyfði sig íslenska náttúru, hvernig hann einhvern veginn svona tók þessari áskorun, ekki bara það, auðvitað skissaði hann stundum, var með skissubókina ævinlega við hliðina á sér, en stundum skrifaði hann bara nokkur orð, stoppaði bílinn og var með Johnny Cash alveg á fullu og pírði augun svona út gluggann og eða taldi upp nöfnin á fjöllunum í fjallarengnum, því hann þekkti íslenska náttúru alveg eins og lófan á sér. En fyrst og fremst að þá einhvern veginn gerði hann þetta, tók þessari áskorun að fara einhvern veginn út í náttúruna og leggjast á milli þúfna og einhvern veginn að sjúga hana svona einhvern veginn meira í sig, fremur heldur en að gera myndir af því sem mætti augunum hverju sinni. Og eins og ég segi þá kannski það sem að ég segi ekkert meira heldur en bara neðanmál við þessa grein sem ég skrifaði, en annað sem ég hef einmitt nefnt í þessu samhengi einmitt að hann hafi verið vísindamaður skinnfæranna og leyfi mér að nota þetta orð vísindamaður vegna þess að oft eru gjörðir eins og þessar
að fara út í náttúruna og leggjast á milli þúfna, að þeir eru svolítið gjaldfelldar. Þeir eru tengdar við einhvers konar barnaskap eða geðveiki, en við megum ekki gleyma því að þessi verk hans eru náttúrulega einhvers merkilegasta kannski greinargerð sem að við eigum þennan fjársjóð sem er íslensk náttúra. Og einmitt tekst á við gerð sinna verka, einmitt í mjög miklu og djúpstæðu samtali við málarasöguna og einmitt allar þessar tækninýjungar, nú jeppan, kíkinn, spegilinn, öll þessi tæki sem við höfum til þess að breyta myndinni breyta náttúrunni í mynd, og tekst einmitt á við það sem að einmitt Laxness skrifaði þegar hann var að skrifa fyrir 50 ára afmæli Kjarvals. Þá skrifaði hann svolítið skemmtilegan texta akkúrat þetta, það einmitt þetta sem að samtíma málarinn þarf að gera til þess að komast lengra í sinni myndlist. Og þó svo að hér sé verið að tala Kjarval, þá held ég að þessi eigi ekkert síður við verk Guðna. En Laxness segir: nútíma málari sér ekki lengur fjöllin á vangan úr langri fjarlægð. Fjarlægð þeirra er ekki framar rómantísk. Það er orðið of auðvelt og fljótgert að komast að þeim, umhverfis þau og uppfyrir þau. Bláleit þúst ofarlega í myndfleti er ekki lengur fullgild tjáning fjalls. Þannig að þetta er náttúrulega því sem næst kannski svona leiðarstef í því hvernig Guðni fór að því að gera sitt mikla verk, og reyndar náttúrulega algjörlega með ólíkindum hvernig hann fullkomnaði þessa mynd. Ég segi einmitt, þannig upp á setningunni, að hann hafi umbreytt heiminum í mynd með því að færa honum líkama sinn, og þetta er náttúrulega svolítið sérkennileg upplifun að vita af því að honum tókst einhvern veginn að gera þetta með sinni myndlist, og hann fylgdi algjörlega eftir þessu þessari draumsýn sinni til fullnustu. En hann skrifaði einhvern tímann í skissubók hjá sér: ég mála fjallið með sjálfu mér, ég mála fjallið úr huganum, ég mála sjálfan mig í fjallið. Og ég held ég ljúki þessu bara á þessum orðum, frábæru orðum hans, og þakka ykkur fyrir að hlusta á mig, og njótið endilega sýningarinnar því að það er auðvitað fyrst og fremst upplifun okkar fyrir framan þessi stórkostlegu verk hans sem við þurfum að vera vakandi fyrir. Takk fyrir.